Í þessu vídeói kynni ég skjáborðið í Canvas og möguleika sem boðið upp á þar. Tengill í skjáborðið hér vinstra megin í aðalveftré Canvas. Skjáborðið sýnir þessi kort, á hverju korti heiti námskeiðs, ásamt ákveðnum upplýsingum stundum. Til að komast á kennsluvef námskeiðs þá smellt á viðandi kort og þá kemur maður inn á heimasíðu námskeiðsins. Ég fer tilbaka á skjáborðið. Fyrir utan heiti námskeiðs geta komið fram á þessu spjaldi tákn fyrir tilkynningar, verkefni, umræður og skrár. Hér birtist númer ef tilkynning ólesin eða póstur í umræðu, til dæmis. Táknin sem birtast á spjaldinu endurspegla það sem kennari hefur sýnilegt í leiðatri námskeiðs. Þannig að ef verkefni eða tilkynningar ekki sýnilegt í leiðatri námskeiðsins, þá birtast ekki tákn fyrir það hér. Það hægt að breyta röð námskeiðana með því að draga kortin til. Segjum að þetta sé námskeið sem ég að heimsækja oftast, að þá get ég dregið það fremst. Og það líka hægt að fara í möguleika spjaldsins og velja færa. Ef kennari vill breyta því hvaða námskeið sjást á skjáborðinu, þá farið í námskeið og öll námskeið. Þar sér kennarin öll sín námskeið, líka þau sem lokið. Og með því að stjörnumerkja námskeið þá getur kennarin valið sjálfur hvaða námskeið sýnileg á skjáborðinu. Hver og einn getur gefið námskeiði svokallað gælunafn. Ef námskeið til dæmis með langt heiti, þá getur þetta hentað og það hefur engin áhrif á hvernig aðrir kennarar eða nemendur sjá heiti námskeiðsins. Gælunafn námskeiðs kemur fram hér á skjáborðinu undir námskeið í aðalveftrinu, í brauðmálaslóðinni og í tilkynningum námskeiðs. Það hægt að breyta lit þessara spjalda. Liturinn sem valinn fyrir spjald verður einkennislitur námskeiðsins í dagatalinu. Þannig að verkefnaskil og viðburðir þessa námskeiðs verða nú sýndir í þessum lit í dagatalinu hjá mér. Hægra megin á skjáborðinu koma fram blokkir sem sýna verkefni og viðburði framundan í námskeiðum kennarans. Verkefni sýnir verkefni sem þarf að meta í námskeiðum kennarans og listin sýnir allt upp í 7 atriði og það þarf að fjarlægja atriði með því að smetla á krossinn til að sjá fleiri verkefni. Ef nemandi skilar svo verkefni þá birtist það aftur í þessum lista. Á næstunni sýnir verkefni og viðburði sem framundan næstu 7 daga. Skjáborði býður upp á nokkru mismunandi viðmót. Spjaldsýn sem sýnir þessi spjöld eða kort fyrir námskeið. Lista sem sýnir atburði og verkefni og annað í námskeiði eftir dögum og nýlega virkni sem sýnir virkni í námskeiðum kennarans. Hér smellt til að sjá öll atriðin undir og svo þarf að smetla á atriði til að skoða það frekar. Til að eyða atriði úr listanum smellt á krossin. Hér hægt að skoða meðaltal einkunna í námskeiðum og nemandi sér hér sínar einkunnir á sama stað. Þá ég búin að fara yfir það helsta sem hér á skjáborðinu og meira það ekki að sinni. Takk fyrir.